Almyrkvi á sólu varir lengst á sunnanverðum Vestfjörðum þann 12. ágúst. Á Látrabjargi kemst aðeins takmarkaður fjöldi að. Ef fólk ætlar að vera þar þá þarf að mæta tímanlega. Það verða fjöldatakmarkanir inn á það svæði. Þar er takmarkaður fjöldi bílastæða. Stóra rútur fá ekki að keyra út af bjarginu. Landeigendur og Náttúruverndarstofnun hafa unnið að skipulagi fyrir atburðinn. Við Látrabjarg er verið að byggja stærra og betra bílastæði sem á að bæta aðstöðu gesta við bjargið. Náttúruverndarstofnun er líka að sjá til þess að það er verið að girða við bjargbrúnina og bæta göngustíga á svæðinu. Í aðdraganda almyrkvans var ráðist í vegbætur á leiðinni út sunnanverðan Patreksfjörð. Þegar fréttastofa átti leið voru verktakar að leggja loka hönd á veginn. Þá verður símasamband elt. Fleiri geta séð myrkvan úr Breiðavík og af Rauðasandi. Á Hótel Breiðavík barst fyrsta bókunin fyrir 14 árum. Nú er undirbúningurinn á hámarki. Það bara gengur vel, held ég. Það er orðið fullbókað aftur og það er margir póstar á dag. Það sem eru að biðja pláss á tjaldstæðunum. Birna veit hvað hún þarf að gera ráð fyrir miklu mat fyrir hótelgestina, en fjöldan á tjaldsvæðinu rennir hún blint í sjóinn. Ég hafði hugsað mér að vera bara með plokkfisk og rúgbrauð og lambagúlas og grænmetis og veganrétti, eitthvað svona fljótlegt. En svo veit maður ekkert hvort það kemur 1 eða 1000 eða hvernig það verður. Hægt verður að tjalda og leggja bílum á túnunum kringum hótelið. Á Patreksfirði, Tálknafirði og Bíldudal komast fleiri að.